Velkomin aftur, styttist í endan hjá okkur en við ætlum að klára þetta með tveimur sleggjum og svo fyrri framkvæmdastjóri Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi sem kona sem hefur verið mikið í fjölmiðlum á þessu ári og kannski ástæða til. Þetta Heiðrún Lind Marteinsdóttir. Komdu sæl og velkomin. Já, takk fyrir það. Herru, sjávarútvegurinn 2025, það ef fólk vissi ekki að hann væri til, þá veit það núna. Já. Þetta búið að þokkalegt ár hjá okkur. Já, einmitt. Kemur ekki til á góðu einu. Nei, vissulega. En jú, þetta búið að mörguleyti óvenjulegt ár. En líka bara myndi ég segja svona þegar úr því að það að líða undir lok ársins, þá myndi ég segja að þetta hafi verið ár mikill áskorana. Já. Ekki bara svona heimatilbúin áskorana, heldur líka bara utanaðkomandi áskorana. Mjög sterkt gengi sem auðvitað bara áskorun fyrir allar útflutningsgreinarnar. Að aðlaga sig að svona sterku gengi, það bara tekur mikinn tíma, blóð, svit og tár má segja, að láta þá reksturinn ganga þegar gengismálin eins og þau eru. Síðan auðvitað þessi tollamál, svona bara væringar á alþjóðlegum mörkuðum, svona vaxandi óvissa auðvitað bara í heimsviðskiptum, minnkandi kaupmáttur í okkar sterkustu löndum. Allt yfir þetta auðvitað bara mikil áhrif á það hvernig okkur tekst til að selja okkar afurðir og á hvaða verðum. Þannig að það eru klárlega svona áskoranir sem við kannski bara þurfum að glíma við alltaf við og ég held að sjávarútvegur sé bara mjög góður í því. Við vitum að kannski ekkert ár í sjávarútvegi bara svona hefðbundið. Nei. Það kemur alltaf eitthvað upp á í þessum bransa. Óvissa í náttúrunni, annar hluti, ég meina við erum að sjá niðurskurð í stórum nytjastofnum. Þannig að á þessu þarf að taka og þetta bara bregðast við því fljótt og vel. En síðan auðvitað bara kemur inn þessi manngerða óvissa sem er pólitíkin og auðvitað bara þessi svona mikli asi sem var á því að keyra tvöföldun veiðigjalda í gegn án fyrirvara í einu vetfangi og án samráðs má segja við alla hagaðila. Það auðvitað bara mjög erfitt og þrátt fyrir að Alþingi hafi komist að niðurstöðu og ég meina sjávarútvegur þarf bara að aðlaga sig að þeirri ákvörðun og breyttum lögum, að þá breytir það því ekki að málið fer ekkert frá okkur vegna þess að þá eru bara áhrifin núna sem að þarf að fara að takast á við. Og ég hygg að þau komi auðvitað bara fram með tíð og tíma en við sjáum bara áhrifin nú þegar. Þrátt fyrir að hækkun veiðigjalds kom ekki á fyrr áramótin, að þá auðvitað þurfa fyrirtæki strax að grípa til aðgerða. Það þarf að loka þá eða hagræða í rekstrinum áður en að hækkun veiðigjalds skellur á. Þannig að bara búa fyrirtækin undir það sem koma skal á næsta ári. Þannig að já, þetta hefur verið að mörguleyti óvenjulegt ár og hefur tekið mikið á, má segja. En ég meina svona án þess að maður vilji vera bara með bölmóð, þá myndi ég segja að það sé heilt yfir, líka bjart yfir. Þú veist, það eru bullandi tækifæri í sjávarútvegi. Tækifæri til frekari verðmætasköpunar, tækifæri fyrir sjávarútveg til að leggja meira á vogarskálar góðra lífskjara hér á landi, eins og hann hefur gert í gegnum aldirnar. Þannig að við erum auðvitað hvergi bangin, þrátt fyrir þessar áskoranir, að það eru líka svona, myndi ég segja, bjart framundan á mjög mörgu leyti. Sko að þú, eins og umræðinum í kringum veiðigjöldin og kannski sjávarútvegi núna 25, af því að svona það nú ykkar starf líka svolítið, eða bara aðalega hjá SFS náttúrulega að huga að heildarímyndinni fyrir utan bara hagsmunagæslunni sem þetta snýst allt um. Af því að ég var að tala við Gunnþór áðan og vitnaði í orð sem Halla Hrund Logadóttir var sagði í gær að henni fannst svona svolítið skrítið hvernig sjávarútvegurinn, þessi stoð og stytta íslensk, ekki bara atvinnulífs, þetta bara lífs, hér til bara, ég veit ekki hversu margra ára, hefur svona fjarlægst bara hinn venjulega mann. Gunnþór svona tók undir það kannski með því og sagði að bara þú veist, sá styr sem hefur staðið sjávarútveginn í gegnum aldirnar og kvótakerfið og allt það, hefur svona auðvitað búið til einhvers konar óánægju og það, en þegar þið var að gera markaðskannanir eða bara kannanir, þá væri almennt nokkuð stolt og svona þjóðarsátt sjávarútveginn. Hvernig metur þú svona bara
umtalið og bara hvernig hugsað til greinarinnar þetta? Ekki kannski bara metur, kannski bara veistu það? Já, sko í grunninn held ég meina okkur Íslendingum þykir mjög vænt sjávarútveg. Þetta bara svona eiginlega í genamenginu okkar sjávarútvegur. Hvort sem við þekkjum einhvern í dag, en þá vitum við svona bara að okkar arfleið kemur úr sjávarútvegi og okkur þykir vænt það. Og eðli máls samkvæmt þá höfum við kannski líka skoðanir á því, hvernig atvinnugreinin að þróast. Já. Ég held að þetta sé sambland af mörgum þáttum kannski eins og nefnir að Halla hafi bent á sko svona kannski að svona meiri aftenging við almenning og það gerist auðvitað með fækkun starfa. Það gerist með það að fólk flytji úr sveit í borg sem ekki séríslenskt fyrirbæri. Að það svona bara færri sem að hafa bein tengsl við atvinnugreinina vegna þess bara að það eru færri sem starfi í þessu. Vinnsluhúsin eru orðin lokaðir en voru áður, ég meina það ekki verið að verka fisk bara út á plani sem þetta ekki fyrir allra augum lengur. Þannig að svona þetta fólk kannski verður svo lítið vart við þetta og þar með kannski svona tengir það minna við þetta. En það breytir því ekki að og það rétt sem að þú nefnir eins og og Gunnþór hefur þá nefnt líka, sko við gerum auðvitað okkar kannanir reglulega og viðhorf almennings til íslensks sjávarútvegs mjög jákvætt. Það eru svona í kringum, minnir mig svona 64–65% sem eru mjög jákvæðir gagnvart íslenskum sjávarútvegi. Það eru kannski svona 12–15% sveiflast á milli ára sem eru neikvæðir, restin hlutlaus. Þannig að ég held að við getum bara tiltölulega vel við unnað hvað það varðar, svona líka þá að bera sig saman með aðrar atvinnugreinar. Þá held ég að svona almenningur sé ekkert mikið neikvæðari gagnvart atvinnugreininni heldur en öðrum atvinnugreinum. En það sem að kannski þó ólíkt svona ef maður ber aftur atvinnugreinar saman, hvað sem sjávarútvegur sker sig úr, auðvitað kannski það einmitt að nýting náttúruauðlinda bara hápólitískt mál. Þar takast alltaf á hin pólitísku öfl það hvernig að nýta auðlindina, hver að nýta auðlindina, á ríkið að vera alltumlykjandi, á að fela einkaaðilum meiri ábyrgð. Þetta bara það sem við höfum tekist á sko, ekki bara síðan 1983 þegar kvótakerfinu var komið á, heldur löngu á undan því sko. Þannig að og við erum ennþá að vissu leyti að takast á það þrátt fyrir að við séum kannski svona, það kom fremur mikið sátt bara að þetta fiskveiðistjórnarkerfi hafi skilað miklum auði fyrir íslenskt samfélag. En þá tökumst við á svona einstaka þætti kerfisins og gjaldtökuna og hverju greinin raunverulega að skila til samfélagsins og þetta. Og ég ljósi svona bara af því að þetta inn á hinu pólitíska sviði, þá svona magnast kannski þessi átöku upp og smitast út í almenning. Sem kannski ekki ef að þú ert að reka matvöruverslun eða banka eða þú veist, það eru minni átök þetta, en bara nýting náttúruauðlinda, það ekki séríslenskt fyrirbæri að tekist sjá það heldur. Það ég minna það vel þekkt, bara svona auðlindabölvun, að bara það ríkjum takist náttúrulega ekki að koma einhverju kerfi á hlutina og það kannski mikil spilling í kringum það og auðvitað bara svona pólitísk spilling í mörgum löndum og ég meina þau lönd sem eru ríkust af auðlindum eru jafnvel fátækustu ríki jarðar. Þannig að þetta bara þessar átakalínur sem að smitast þá líka út í umræðuna. Við verðum bara að lifa við það. Atvinnugreinin á að mínu viti aldrei að kveinka sér undan því að það séu þessi pólitísku átök. Hún verður bara að lifa við það. Og það verður þá tekist á einhverja þætti sem að varðar ekstra skilyrði greinarinnar frá einum tíma til annars inn á hinu pólitíska sviði. Síðan tekur bara pólitíkin og löggjafinn sína ákvörðun og atvinnugreinin þarf bara að starfa eftir því. Þannig að maður á ekki, fókusinn má ekki vera allt of mikið þar. Og mér finnst okkur stundum hætta til að halda að sko þessi átök endilega sko menn setja sama sem merki á milli þeirra átaka og það sem að þjóðinni finnst eða það sem almenningi finnst. Og það bara eðlilegt, það eru bara mjög álitsgjafar og annað sem eru þá mjög svona svart og hvítt í umræðunni, með og á móti og allt þetta og kannski eru við líka þáttakandi í því svona að taka þátt í þessum átökum. En allavega ég ánægð að sjá það að svona almenningur nær að greina kjarnan frá hisminu þarna og bara tiltölulega sáttur við íslenskan sjávarútveg með öllum þeim kostum og göllum sem að honum fylgja. Sko, eins og þú segir, algjörlega á endanum eru sett lög og greinin þarf að sjálfsögðu að fara eftir þeim. En
það sem að náttúrulega eins og Guðmundur í Brim hefur verið að tala mikið, orð ársins íslenskur sjávarútvegi stefnir í að vera fyrirsjáanleiki. Hann var með það í framsöguræðu sinni og hefur sagt á mörgum öðrum vettvangum og það sem hann benti á sem var nú mjög áhugavert sem að kannski kom ekki mörgum hér á óvart en svona kannski okkur venjulega mannlega fólkinu að frá 91 greinin búin að vera með 10 sjávarútvegsráðherra. Vissulega margir kannski á sömu línunni, þannig svona á breiðuspjótunum í pólitíkinni en þetta er rosalega mikil mannabreiting í einu ráðuneyti fyrir grein sem þarf rosalega mikið sjávarútvegsráðherra og tvisvarsinnum á þessum tíma allavega hefur náttúrulega komið þá náttúrulega ríkisstjórn sem kannski öndverið meiði við það sem að hefur verið kannski mest allan tíma og þarna náttúrulega eins og núna svo koma þessi veiðigjöld inn með þessari nýju ríkisstjórn og þá náttúrulega 2026 að renna í garð og menn veit ekki alveg í hvort fóturinn eiga að stíga sko. Þannig að þetta hlýtur náttúrulega að gera greininni ekki bara núna eins og þú varst að segja bara síðustu 30 árin. Fyrirsjónleikin verður að vera ykkur í grein þar sem að sko bara ef að Loðnan ákveður að fara eitthvað annað það er alveg nóg af ófyrirsjáanleika. Já, einmitt. Sko algjörlega, þetta er áhættumikill rekstur og þetta er fjármagnsfrekur rekstur. Það tvennt saman er áskorun, eða þú veist, það er bara flókið og þú ert að fjárfesta, ég meina þegar þú ert að kaupa nýtt skip, segjum kannski 9-10 milljarða skip og þú ert að fjármagna það með lánum og þá metur auðvitað hvað svigrúm hef ég í mínum rekstri til þess að standa undir þessari fjárfestingu. Og eitt er það að kannski afli sér skorið niður frá einu ári til annars. Það hefur auðvitað afdrifaríkar afleiðingar einmitt það hvaða svigrúm hef ég til að borga mínum lánum og þess háttar. Að það bætist ekki ofan á að það komi bara algjörlega ný gjaldtaka og tvöföldun á henni bara í einu vetvangi. Þannig að öll plön sem að aðilar hafa þó reynt að gera þrátt fyrir náttúrulega óvissu að þau eru eiginlega bara fokin út gluggann við það eitt að fara í þessar breytingar svona skart. Þannig að maður hefur áhyggjur af því að það sem að hefur bara númer 1, 2, 3 og 10 í íslensku sjávarútvegi af hverju þetta hefur gengið verð að það hefur verið borð fyrir báru til fjárfestinga. Að verðmætasköpun, bætt gæði aflans, bara bætt störf, betri störf fyrir sjómenn, betri störf fyrir fólk í landi, minnkandi kolefnisspor, allt þetta er í raun afrakstur þess að það er svigrúm til fjárfestinga. Nýsköpunin annað dæmi. Ég meina það væri engin nýsköpun ef að það er ekki svigrúmið til að gera tilraunir og reyna að leysa vandamál og hella í það hellingsfjármunum í þeirri von að þú leysir það. Þannig að áhyggjur manns eru þá núna að stjórnvöld hafi metið það þannig að þau gætu tekið til sín allt þetta fjárhagslega svigrúm í skatta og svona gleymt að gera ráð fyrir því og svona aðeins hort aftur í söguna og hugsað hvað er það sem hefur skilað þessum stórstígu framförum í sjávarútvegi. Það er nákvæmlega þetta. Þannig að þegar það er búið að taka burt svigrúmið til fjárfestinga eða minnka það verulega, þá hefur maður bara áhyggjur að það verði, við séum að fara að horfa fram á bara stöðnun. Og það, ég myndi segja það er alltaf hættulegt í öllum atvinnugreinum, en sér í lagi þar sem að þú ert með fiskistofna sem hafa takmarkaðan afrakstur. Þú getur ekkert bara allt í einu fara að veiða miklu meira til að bæta fyrir þetta. Þannig að þú ert að horfa á sama kannski magn eða jafnvel minna magn í afla. Þá þarftu að hugsa hvernig býð ég til meiri verðmæti úr þessum takmarkaða afla sem ég hef. Og það gerist bara með auknum tækniframförum, færri hendur sem að sinna störfunum, bara gera hlutina betur og á hagkvæmari hátt. Þannig að mér finnst það svona kannski stóra áhyggjuefnið því að kröfurnar hafa ekkert minnkað það að við greiðum áfram góð laun, að við séum uppspretta nýsköpunar, að við séum að draga úr kolefnissporinu, minnka olíunotkun í sjávarútvegi. En þegar er búið að taka burt súrefnið sem til þess þarf, sem er fjárfestingin, fjármagnið, að þá svona er erfitt að mæta þessum kröfum. Hvernig horfir 2026 við þér svona í ljósi alls sem framan greint? Ég held að það verði bara svona kannski framhald á þessu ári sem er núna. Það verður áframhaldandi áskorun að reka sjávarútvegsfyrirtæki. Við erum ekkert að sjá nema síður sé, kannski breytingar á hinu alþjóðlega pólitíska sviði. Og hugsanlega eru svona bara þessi til dæmis tollamál bara komin til að vera
að það eitt og sér felur í sér áskorun og bara breytingar á því hvert fiskur að fara, ekki bara okkar fiskur heldur fiskur frá öðrum löndum. Þannig að bara aðlaga sig einhvern veginn að því umhverfi sem síbreytilegt og síðan auðvitað takast á við þetta mjög svo hækkaða veiðigjald. Þannig að ég myndi hafa áhyggjur af því að svona sú mynd sem að við höfum haft að sjávarútvegi sem að þannig að það hafa þrifist svona nokkuð fjölbreytt útgerðarform, minni aðilar, miðlungsaðilar, stærri aðilar. Ég meina við erum með 1000 aðilar sem greiða veiðigjald og við erum kannski með 100-150 kannski aðilar sem eru 365 daga ársins að sækja fisk úr sjó. Að þessum aðilum fari snar fækkandi við það að við erum að hækka veiðigjaldi svona mikið. Ég hefði haldið að samfélagslega svona, nú ég ekki hrifin að því að tala sátt, það mínum að þetta mjög svona teygjanlegt og óljóst hugtak þegar kemur að sjávarútvegi, hvernig maður myndi ekki einhvern tímann gera alla sátta. En að við verðum þá líka að vera meðvituð afleiðingar þess þegar við setjum veiðigjaldið svona hátt að það eru hinir stærri sem eru líklegri til að lifa það af og þá hinir smærri sem að gera það ekki. Eða kannski einstök útgerðarform. Við viljum hafa þetta fjölbreytt. Við viljum vera með frystitogara sem að sækja fisk langt að og koma með hann frá sinna landi. Við viljum vera með línubáta sem að koma með ferskan fisk að landi. Við viljum vera með þessa togara, ferskfisktogara sem að eru líka að selja inn á ferskfiskmarkaðinn okkar. Þetta eru bara mjög ólík útgerðarform sem að gera ólíka hluti sem hefur kannski leitt til þess að við höfum verið með góða svona kannski sveiflujöfnun, svo má segja, inn í sjávarútvegi. Að geta einhvern veginn breytt okkar veiði og vinnslu aðferðum eftir bara hvernig markaðirnir eru að þróast. Það bara mjög misjafnt hvernig til dæmis veiðigjaldið hittir fyrir þessi ólíku útgerðarform. Þannig að þegar að það leggst mjög þungt á einstaka aðila og aðrir eru kannski burðugri og betri til þess að takast á við það, að þá munu þetta bara samþjöppunin leita þangað. Þannig að ef að það var markmiðið að verða með færri, stærri aðila, þá finnst mér líka bara heiðarlegt af pólitíkinni að segja það þá. Þannig að fólk viti að það var markmiðið. En var ekki markmiðið eins og maður bara skildi umræðuna því það var mikið bent á þessi 5 stærstu, þessar 5 fjölskyldur eða þessi stærstu á meðan að þetta var alltaf svona, maður myndi segja fyndin umræðan, þetta bara það alvarlegt og maður bara má ekki nota það orð að hagsmunaaðilarnir voru að benda á það að stærri yrðu bara stærri en pólitíkin var að segja að stærri væru þá þeir sem að ættu að borga sem eru þá tilbúnir og stöndur í það, svona þessi sikkur sjónarmið einhvern veginn. Þetta var einhvern veginn, þetta var raun og veru hefur þið átt að vera að segja hitt Já, það fer ekki alveg saman í þessu þrátt fyrir að kannski fjárhæðirnar sem hinir stærri borgi séu hærri og jú hlutfallslega eru það hinir stærri sem borga meira og stærra hlutfall af veiðigjaldinu, þeir njóta minni afslátta hlutfallslega að þá breytir það því ekki að þegar þú ert að reka einn bát og þú færð á því veiðigjald þá getur það hitt þig jafnvel verð fyrir heldur en þann stóra. Og við sýndum það nú meðal annars bara með því að fara inn í einstök fyrirtæki og þau birtu bara uppgjörin sín og sögðu svona muni þetta líta út ef að veiðigjaldið verður lagt á með þessum hætti og það var bara mjög misjafnt frá einu fyrirtæki til annars hvernig það kom niður á rekstrinum en þar voru það auðvitað kannski hinir smærri sem að mestar áhyggjur höfðu sem að hafa kannski svona minni minni fjölbreytileika eða minna svigrúm til þess að bregðast við. Þú veist, þeir eru bara með færri skip, þeir get ekki sameinað skip, þeir eru bara með þennan eina bát og hann gerður út og rekinn af fjölskyldunni og allt það. Þú veist, hver verður endurnýjun þessara báta og í þessum útgerðum? Ég held að hún verði því miður lítil og við erum nú þegar með tiltölulega gamlan skipaflota sem að þarfnast endurnýjunar. Þannig að þetta eru áhyggjurnar, að það bara að hinir stærri nái að aðlaga sig að þessu sem eru þetta vel, en með bara lakari arðsemi og minni fjárfestingu, minni nýsköpun, og hinir smærri einfaldlega hverfi. Eins og Guðmundur Þór Ingvarsson sagði áðan að íslenskur sjávarútvegur fari gegnum mikið öldurót í gegnum
gegnum aldirnar, við vonum þetta fara nú kannski allt vel á endanum. Heiðrún Lind Marteinsdóttir, takk kærlega fyrir að sittast niður með okkur, kunnum vel að meta það. Já, takk. Eftir að eitt viðtal einnig viðbót, Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir ætlar að loka þessu með okkur hér svona 12:30.